Einbýli, þríbýli, fjölbýli. Þetta snýst allt trausta umgjörð utan fólk og auðvitað gæludýrin þeirra. Við byggjum á sterkri sögu. BM Vallá. Ég var ekki á sýningunni sjálfur og sá þetta þar af leiðandi ekki og ég held allavega þegar það ekki landsmót þá sé þetta mjög sniðugt fyrirkomulag. Ég held að landsmótið þurfa að halda sig eins og það Já, vonandi þetta eitthvað sem komið til með að vera og jafnvel á landsmótum að því ég tel ekki þurfa að rúlla öllum þessum hrossum aftur í dóm á landsmóti. Heldur veri skemmtilega að sjá bara svona sjó heldur en öll hrossin dæmd aftur. Já, hún tókst vel til. Þetta var svona dagurinn þar sem maður sá bara úrvalið, það besta. Ég held að þetta sé eitthvað sem megi skoða. Almennt svona var fólk ánægt með þetta tókst vel til. Þetta var stutt, en allra bestu hrossin og bara gott skipulag. Já, ég myndi skoða þetta áfram. Ég trúi því að þetta sé bara framtíðarform og það styttir allt ferlið og við fáum að sjá það besta hverju sinni. Sýningin tókst mjög vel. Það bara hestamenn til sóma. Sýningin heppnaðist mjög vel. Dagurinn stendur bara upp úr á árinu. Hvað var þessu ömurlega ári í sjálfur sér? Þá var þetta bara bjartur og fagur miðsumar dagur. En ég held svona við þurfum að hugsa það mál mjög hvort að þetta getur orðið form sem að tæki hitt yfir vegna þess að ég oft talaði það að þetta þyrfti að hvort það sé ekki nauðsynlegt að breyta þessu og hætt endurdóma og svo framvegis en það alltaf þessi vandræði að hrossið náttúrulega verður að sanna sig frammi fyrir þegar verðlaun eru afhent þannig ég held að við eigum að fagna þessum sýningadegi í sumar. Hann var mjög góður, mjög þarfur, lyfti andanum en hitt þori ég ekki að segja til Ég held að þetta verðum að íhuga þetta mjög vel og endurdómarnir þeir eru ekki algjörlega gagnslausir. Það er alltaf erfitt að veita hrossi æðstu viðurkenningu sem bara sýnu lélegra en allt það sem í kring. Sem að getur gerst ef dómar ekki yfirfarnir. Mér líka vel við þetta form, ég lýst bara vel á þetta. Mér finnst rosalega gaman að horfa á kynbótasýningar landsmóti og ég veit ekki alveg, þetta bara fer eftir frá hvaða sjónarhorni þú horfir á þetta. Því að ef þið langar að vera nörd að horfa á alla hestana, þá átt að vera eins og þetta var. Ef þið langar bara að fá yfirlit, þá þetta mjög góð leið til þess. Já, þetta var ansi svona, gaman að þessu frekar, en sennilegast þetta mjög sniðugt. Og þetta náttúrulega svo mikið álag fyrir hross að hlaupa heilt kynbótaprógramm aftur. Bara kannski, með viku, hálfsmánaða pásu og svo bara allt inn á landsmót og þetta helviti mikið prógram Þetta bara, rauninni hægt að segja það að allar keppnisgreinar hestamennskunnar rúmast þarna inn í einni kynbótasýningu orðið. Kröfurnar orðnar það miklar. Ég nú bara fylgjandi því, ég líst vel á það. Landsýningin frábært framtak en ég var ekki sjálfur á staðnum þannig ég upplifði ekki þennan dag en búin að heyra margt gott af þessu en ég þeirra skoðunar að varðandi framtíð landsmóta að þá held ég tímaskekkja hjá okkur að vera að dæma kynbótarhross aftur á landsmóti af því að á einum svona þú getur stytt á kynbótasýningar á landsmóti bara og í það að sýna hrossin bara sem eru best það kannski svolítið það sem við erum að sækja eftir og sérstaklega í ljósi þess að ef að kynbótasýningar vera teknar upp og eru aðgengilegar á netinu þannig ég held að þetta geti verið mjög sniðugt til framtíðar. Alveg frábært, algjörlega frábært. Það þarf ekki að dæma kynbótahross aftur á landsmótum. Það nýbúið að dæma þau
og á landsmótum eigum við bara að horfa á það allra flottasta og besta og við eigum frekar að hafa kynbótarhrossin þá bara fleiri og vera með þetta sem sýningu en ekki sem dóm. Dómurinn búinn að falla, hann féll vorið og þessi kynning og sýning, hún getur verið miklu áhugaverðari og skemmtilegri. Alveg eins og við sjáum þegar verðlaunaafhending kynbótarhrossa á landsmótum að það oft meira sem að man eftir verðlaunaafhendingunni þegar 10 efstu eru kölluð inn heldur en dómnum. Þannig að þetta frábært og vonandi mun þetta verða áfram. Við erum forvitin og óstöðvandi. Við erum öll fædd fjórhjóladrifin, svo vöxum við úr grasi og við breytumst. En sálin verður alltaf fjórhjóladrifin. Jeep Grand Cherokee fáanlegur með 33 eða 35 tómu breytingu. Alvöru jeppi, alvöru fjórhjóladrif. Ísband, Mosfellsbæ.